Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið sæl, Rauðaborðið hilsar á þessu ágætakvöldi. Ég er búinn að fá til mig 4 gesti en áðurinn fyrir yfir það. Þá ætla ég að segja ykkur að eftir að við kvæðum þá koma þeir hingað Helgi Seljan og Atli Kjartansson, hinir umdeildu blaðamenn á Heimildinni og svara spurningum varðandi þetta nýjasta hneykslismál í Sjálfstæðisflokknum. En þegar það er búið að þá er Jón Atli Gunnarsson í Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, Sigurður Stefánsson í Aflvaka og Yngvi Ómar Sighvatsson leigjendasamtökunum og þeir ætla að ræða helstu áskorun umbótum í húsnæðisóefni þjóðarinnar. Svo er það í lokin Hafdís Huld Eyfeldt Håkonsson, eftirlaunakona og hún er móðir fjölfallara konu, Svanhvítu Eddu Jónsson. Og hún segir frá baráttu sinni fyrir að dóttirinn fái notið arfs sem hún fékk eftir föður sín. Ljótt er það, en þetta er seinni í þættinum. En núna á er það listamenn og stjórnmál. Ég fengi 4 listamenn til mín. Það er Hörður Torfason. Já. Þú ert söngskáld eða hvað er? Söngvaskáld. Söngvaskáld. Leikari. Já, hvað er þetta? Já. Guðmundur Andi, þú ert rithöfundur. Já. Auður Jónsdóttir. Rithöfundur líka. Ég líka. Ég segi ég líka söngvaskáld. Já, er það ekki? Já. Ég get ekki sagt að ég er laglaug, sko. En Jóna Hlíf Halldórsdóttir, þú ert hvað ekki forseti bandarískra listamanna? Jú. Já. Og myndlistarkona. Og myndlistarkona, já. Segðu mér, eru þið ekki bæði með bækur núna, Guðmundur og Auður? Nei, ég er að ritstýra bókablaði Heimildarinnar. Já. Og menningablaði, já. Já. En þú ert ekki sem sagt að senda frá þig bók? Nei, þá, að þú veist, ég get ekki sendt út bók þegar ég er með bókablaði, þá má ég ekki vera með bók. Nei. Og var það gott val hjá þér? Ég minnst alveg jafn skemmtilegt að gera bókablaði eins og bók, sko. Eins og að skera bók? Já. En þú ert að lesa þessar bækur allavega, hefur athugasemdir við þær? Nei, þú veist... Þetta hef ég aldrei sagt það. Ég má ekki heldur að bara svona gagnrýnendur með faglegan bakgrunn. Já. Annars er allt vitlaust ef ég væri bara... Já. Þú mátt segja það sem sýnist mína bók. Já, en það myndi ekki kannski vera fagleg gagnrýni. Nei, það skiptir engum. En þú er með bók? Já. Hvað heitir hún? Hún heitir Synir himnasmiðs. Já. Og hún er komin út? Hún er komin út, já, bara nýlega, sko. Já, til hamingju með það. Takk. En, hörður, þegar, það sem ég var að hugsa hérna, að væri hvort að listamenn gæti verið, þegar ég vil að óttast viðbrögð stjórnmálamanna, það er einhver ár síðan að formað fjárlaganefndar gerði Ríkisútvarpinu grein fyrir því að það veri hún sem réði, að hún held peningana og er það eitthvað þannig í þinni listillan þarft að taka tillit til einhvers annars en sjálfsins? Nei. Ef það ætlar að óttast eitthvað þá gerir ekki neitt. Þá bara er þetta tilbaka og passar að gera ekki. Nei, ég gerði þetta upp við mig sumari 77. Þá merkti ég svo mikil andstöðu og varð fyrir stórum skell og ætlaði að drepa mig og ég veit ekki hvað og hætti við. Og tók sumar í það að fara vel í gegnum hvað ég ætla að gera með mitt líf. Byrja líf erlendis eða fara til Íslands og standa í baráttu. Og ég kaus það. Nú, ef maður ætlar að gera sér upp einhverjar hugmyndir, það er fullt af fólk hérna sem er á móti í sér að gera, en það er bara til þess að maður að þessu. Já. Ekki til að fólki sé á móti, heldur halda áfram þrátt fyrir. Nei, bara sinna því sem ég er að reyna að segja. Einmitt. Og svo getur fólk vali hvort að villið er á móti eða með og það tekur tíma. En að eyða tíman sínum í því að vera ræddur, nei. Já, það er svona ýmislegt opinbert til, svona eins og sjóðir og fleira, Guðmundur Andri. Ertu að pæli því eitthvað þú ert að skrifa? Sjóðum? Já, eða sem sagt að þú getur eignast andstæðinga eða óvilda fólk? Nei, ég hef aldrei velt neinu slíku, bara ég hef ekki eins og velti fyrir mér, sko. Og ég hef náttúrulega ekki þurft þess. Ég hef kannski verið í þannig stöðu, í einhvers konar forréttinda stöðu, hérna, og ég hef ekki þurft að berjast svona fyrir tilverum minni, svona eins og Hörður þurft að gera á sínum tíma. Já, ég ætla að fara betur það eins og eftir. En hérna, þú er samt skrifað fleiri 100 blaðagreinar. Já, ég skrifaði, ég held út í pislum, skrifaði pistla, vikulega pistla
í alls konar blöð, eða öll blöð nema Morgunblaðið sem að bað mig aldrei það árum saman og ég velti aldrei fyrir mér maður náttúrulega ritskoðar sjálfan sig alltaf og er einhvern vit í þessu að segja þetta svona og þar fram eftir göttunum en ég velti aldrei fyrir mér hvað valdhöfum eða einhverjum sjóðastjórum kynni að finnast það vegna þess að ég náttúrulega ég var ekkert upp á þá komin Það voru margir andstæðingar þessar píslaðina bara hægri pólitíkin á Íslandi Já, allir það ekki ég var kannski ekkert svo mikið var við og var svo sem ekkert að hlusta eftir því ég var ekkert að leita að því ég var ekkert að leita að einhverju andstöðu til að magna mig upp á því og hugsaði aldrei sem að ef ég skrifi þetta svona þá Nei, gott við þér En auður Þú fer bara þínu fram Nei, fyrir ekki með að skrifa Já, þú veist, ég skrifa alltaf bara einhvern veginn í flæði augnabliksins en ég náttúrulega ótrúlega dugleg við að koma mér í vandræði og oft ég nú bara að skrifa einhver einlægni og en já, ég, þú veist tapað vinum, verkefnum alls konar út á skrifa aðeins kannski að sjá það ekkert alltaf þannig ég sjá það fyrir Nei og stundum, þú veist, kvíðir maður einhverju einu svo enginn að kippa sér upp við það en það eitthvað allt annað sem kemur í hnakkan á manni En Jóna, er það eitthvað þínu félagsfólki sem að svona á mikið undir kannski að vera til friðs að það sé friður það sem gerir? Nei, ég held að listamenn yfir höfuð eru frekar bara opnir að tjá sig og eru óhræddir og við erum alltaf svo heppir að búa í Íslandi þar sem tjáningafrelsi svona virt að nokkuð leyti en ég veit alveg að sumir hafa bara ekki orku eða tíma í að tjá sig ef við tölum bara pólitík eða vilja bara fá verið í friði í sinni sköpun og maður skilur það alveg en ég held samt allt sem hún segir og allt sem hún gerir sem listamaður þá eitthvað hátt pólitík en ég held að þessi óhræddir og ég veit ekki neitt dæmi að einhver listamaður hafi mist af einhverjum tækifærum eða ekki fengið einhverja styrki eða auðvitað eins og þú ert að segja þú hefur lent í einhverju svona mótbýri en ég held samt það væri mjög ófaglegt ef að þú getur ekki tjáð skoðunum þína og fá eitthvað upp á móti mér finnst það að vera en ég held að við lifum ég gerði grein þetta held í fyrra og það að því það komið svolítið svona ósynleg krafa á listamenn að þeir eigi að vera með réttu afstöðuna í málum og þeir eigi að neita að vinna með þessu fyrirtæki eða koma fram ef þetta tengist þessu og þessu og þessu og þetta getur alveg verið flókið fyrir listamenn því að auðvitað skapar þetta meiri meðvitund fólk meira svona að hugsa hvað skilaboð ég að senda út ef ég í þessu samhengi en svo eru listamenn líka bara fólk með börn og buru og óöruggan fjárhag oft þannig að á sama tíma getur þetta orðið svolítið ranglát krafa á listamenn því þetta ekkert endilega á aðra þetta bara krafa jafnvel eins og gerð á stjórnmálamenn hún gerð á einhvern listamann út í bæ sem getur vissulega mist bara baklandið eða grunnstóðunar við eitt svona athæfi eða eina ranga umsögn eða eitthvað Það svona, í blaðamennskunni þetta svolítið svipa en ég var svona forsíðu blaðamaður var svona harður og kaldur og vann mikið og ég fekk allskins hótanir og sem átti að meira segja bankareikningi mínu loka bara allt í einu og eitthvað svona sem á nokkur skammar að minna halvu Það rifjast upp fyrir mér að einu sinni hafði samband við mig eftir að ég hafi skrifað tiltekinn viðskiptamann og einhver viðskipta hans sem að ég man nú ekki alveg út af hvað gekk en það hafði samband við mig einhver náttúrulega ekki hann sjálfur hann var alltaf fínn maður til þessi maður heldur lét hann einhvern svona starfsmann sinn sem var einhver svona talsmaður eða hvað þetta hét nú á þessum útrásarárum hafa samband við mig og leiðrétta mig
og eða öllu heldur hann var ekkert að leiðrétta mig, hann var bara að halda fram einhverjum fyrrum og reyna að telja mig trú það. Það svona eina dæmi sem ég man eftir og kannski hitt dæmi sem að fór svolítið í töðan á mér var þegar að Jón Óskar sjálfur eigandi Fréttablaðsins ruddist í blásemi til þess að koma að einhverjum einhverjum sem hann þurfti að koma að en það einu svona afskiptin sem ég man eftir að hafa upplifað en svona var það ekki þegar ákæruna voru gefnar út? Ég man það ekki. Það var eitthvað slys. Já, alltaf ekki auðrum málið eða eitthvað öllu þessum málum hans. En sko ég held að kannski alltilega að horfa á þetta út frá hvert hlutverk listarinnar í okkar samfélagi. Ég held að við höfum flest svona ákveðnar hugmyndir það og ég held að það ríkir svona ákveðið samkomlega það að listamaðurinn sé svona sérleifis hafi út í móa til að fara út í móa eða fara út í geim eða fara upp í himinin eða fara bara eitthvað hans sé listamaðurinn sé á vegum ímyndunaraflsins og hann þurfi ekki að hlýða neinu nema samvisku sinni og þetta svona eitthvað sem við höfum fyrir satt held ég flest og þessna líðst listamönnum að segja ýmislegt og gera ýmislegt sem að kannski blaðamönnum líðst síður og þetta snýst hlutverk listarinnar í samfélaginu, hvernig við svona lítum á það. En þetta líka skjótin, ég held að listamenn margir og oft séu allt og rægir við að fara út og segja sitt að því í rauninni eru þeir í svo briljant stöðu. Þeir hafa meiri svona túlkunarleyfi en aðrir og þeir hafa rosalega mikið frelsi og þeir svona oft veigra sér bara hættulega mikið við að kannski svo út í raunveruleikanum en á sviði til dæmis. Já. Þú má segja hvað sem þú vilt. Já. Og maður gerir það. Sýtu og hugsa upphátt og lætur allt flakka. Þetta kynna næsta lag. Já, bara með dettur eitthvað í hugulegt, bara flakka. Þú held ég meira sem svona aðeins meiri gildustóm, bara kakvart dómstólum, eða þú veist, þú hefur, listamæðurinn hefur svolítið svona þetta, hann að listast og skáldast. Já, skoða umhverfið sitt og kannski ekki að fullir það neitt einhvern heldur að lýsa skoðunum sinni og skoðunum. Allir hafa skoðanir. Já. En hörðu, förum í þetta, þú verður landflótta Íslandingur hvenær, 1970 og 75, en ég þrjóskaðist aðeins það var reyndar 77 og en ég upplýði það það var loka á tónlistina minn, það var lokaði leikhúsi, það var að ég bara fekk þau skilaboð, þú ferð hingað ekki inn aftur og af hverju ekki, þú er búin að lýsa yfir þessu Tommi og hvað? Já, út með þig þú ferð bara ekki, og ég hef ekki fengið neitt síðan það bara, þá fór ég bara bjó bara til mitt eigi leikhús það var ákvæmlega einfalt, einsmanns leikhús gítarinn og mömmu og ég fínt en það var lokað og ég var oft var við þetta útgefundur vildi ekki taka plötuna mín og svona, þá er ég bara að gefa út sjálf það ekkert og það er ég búin að gefa út 26 plötur Það er útgefandina heima best, það er mjög falleg grein sem þú skrifar móðina hún var svona mamma Já, mamma mín. Já, en þú skrifar það þannig samt að þeir hommarnir var alltaf velkomnir og Já, heimil hennar var frægt í Kaupmannahöfn meðal samkynhneigðra og ég bara svona hinsegin fólks og það var alltaf troðfullt þar og sérstaklega helgar og gaman. Já, mjög gaman. En þú komst heim? Já, ég kom hérna heim 91 þá var orðið loksins svona óhætt fyrir mig að fara og ég þurfti bara þá fann maður að þetta hefði skilað árangri En þá afurðirnar, plöturnar og þetta hvað voru einhverjir heldur ennþá í fíl út í þig eða óttuðust þig, fyrirlitið þig? Vistu, ég var ekki að pæla í því þá gerir maður ekki neitt, maður bara heldur áfram og vinnur sína vinnu ég hitti oft og varð fyrir því ég fekk bara skilaboð út með því, farið frá og svona alls konar en það er bara þeirra, ekki mitt
og ég hélt þessu frá 75 byrjaði ég að fara þessar hringi stuttarferði fyrst og svo stækkaði það og vegakerfi batnaði og allt þetta já, það andstæða en það er líka þá það sem gaf mér allavega sko, ég hef eitthvað að segja og það fólkið að hlusta skilur á það sem ég að segja en þú lifað að vera listamaður síðan já ég segi það og ennað ennað já hjó eftir setningunni sko ég það gammal ég man eftir því þegar þú kemur fram í þessu viðtali og kemur út 75 já og ég var orðin ég man ekki hvað ég var ég átti stutt í 20 og ég man bara skjálftan jarðskjálftan sem að þetta framkallaði bara bylgjureyfingarnar í samfélaginu sem að þetta framkallaði en ég hjó eftir sko setningunni vegakerfi batnaði þú varst svona veghefill sem að þú í samfélaginu sko þú opnaði svo marga vegi sko. þú bara fórst landið og opnaði vegina þannig að það voru svo margir sem að gátu farið þá vegi eftir það ruddi bröðina og með þessum hætti að vera aldrei að rífa kjafti en heldur bara spila og labba kurtis og kaupfélagi sín stöðina en mótlægi getur verið svo ótrúlega mikil power eða svona orka að verða fyrir mótlæti það getur gefið mann svo mikla réttur úr manni og getur gefið mann svo ótrúlega miklan kraft í sköpunarkraft sem að ég held að það hefði svo sannarlega en maður sér það ekki sem verk en ég er náttúrulega fædd 1978 og sem betur fyrir hefur þetta breyst mjög mikið og mér finnst einhvern veginn í dag að vera listamaður það ég held að það sé auðveldra að tjá sig og auðveldra að koma fram en auðvitað það samt ákveð hugrekki sem þú þarft að hafa og þora ég man bara þegar ég var að berjast fyrir að listamenn myndi fá greitt fyrir að sína í listasöfnum það var alveg ekki tekið vel í það í byrjun og tók 4 ár ég var að endurtaka með okkur einsta degi var eins og bilu plata svo núna er þetta bara sjálfsagt mál en ég held sko við myndlistamenn eða listamenn við höfum eins og þið voru að tala áðan við höfum einhvern veginn sko þetta frelsi að geta sagt í rauninni hvað sem sérstaklega í myndlistinni myndi ég segja og sviðslist kannski það eitthvað öðruvísi í ritlistinni því að orðin eru eitthvað svo að skrifa orð þau geta verið eitthvað svo erum við náttúrulega með máli hans Ódi núna sem á dæmi á morgun eða úrskurðaði á morgun og þá hann náttúrulega að leika með líka orð sem listamaður þannig að það tekist á tjáningafrelsið og list í máli Samherja og Ódís mjög gott mál það er mjög sko forvitnilegt að fylgjast með því þegar svona lögmál lista og laga að takast á og líka vörumerkja og hvað er list og hvað ekki en þarna getur hann farið alveg flatur bara með við svona fjárkröfur og annað og kostnað af þessu þannig að Samherji fer þarna fram af fullum þunga og ég var að flissa en sagði því það var verið að nota heimildina í einhverja svona dóma, þeim að dreift þetta voru einhverju listamenn sem gerði einhverju dóma og þeir voru undir merkjum heimildarinnar með umbrotin okkar og ég hugsa að við hefum getað farið bara með þetta í Hæstarétt Bretlands en þetta er náttúrulega svakalegt mál og að Samherji gangi svona hart að honum finnst mér náttúrulega alveg fáránlegt en það er samt búið ótrúlega fallegt að sjá hvernig listasamfélagið hefur stutt Oddi og ekki bara á Íslandi heldur bara á öllum Norðurlöndunum það er fullt sko, það bæði mjög mikið bara að samtökum út í heimi og lista sem sagt samtökum en líka bara eins og ég veit ekki 20 og eitthvað félög sem sagt fólk sem berst fyrir vernd fyrir uppljóstrara sýndu stuðning þannig að þarna blanda saman að því þar var lagt að jöfnu tjáningafrelsi listar og fjölmiðla eða sem sagt þetta geta stokkið fram og greint og tjáð.
En það sem ég held í upphafi eru þið eiginlega búin að drepa. Ég held að væri hérna svolítið svona ógnstundum að stjórnmálamönnum. Það er svona... Hún þá, að það getur verið, þú veist, það sem skapast stundum í kringum stjórnmálamanni mjög mikið svona félagsleg þægð. Þannig að... Meðal listamanna? Bara meðal fólks í litlu samfélagi. Þannig að því leitinu til, getur útilokað þig frá öðru fólki verkefnum með því að gagnrýna einhvern stjórnmálamann. Þetta líka í sjávarplásum og svona þetta sko, ég sé þetta á ferðalögum og gert söngvað þetta að ef þú makkar ekki rétt þá ferður og þá ferði ekki að vinna. Já, það kannski eitthvað svona vald sem að kannski aldrei alveg orðað og kannski ekki verið mikið að talum en þú veist þú veist af því og þú skynjar það og eins og þú segir í minni samfélögum þar sem að er svona mjög samþætt þetta útgerðarvald sem að veitir sem skaffar vinnuna skaffar öllum vinnu og allir eiga afkomu sína undir. Og svo aftur hitt pólitíska vald sem að þetta algjörlega samansúrrað í ótal samfélögum eins og við vitum. En þetta kannski ekki alveg svona á landsvísu ég nú að vona allavega og það var, ég gæti ekki komið í mörg bæjarfélag sko, það var bara leið og ég kom og þegar vissi ég væri koma þá settur upp eitthvað þannig að þorpsbúa þurfti að fara þangað eða bara létu mig vita sko, það var bara bingo sem að þetta var oft svona sko, fullt af svona sögum. Ég held samt þetta sé nú aðeins að lagast en ég veit til dæmis að BÍL hefur verið að vinna því í mörg ár að þessi staði faglega að úthlutun styrkja. Það ekki allstaðar, það ennþá sumstaðar þar sem pólitíkin að úthluta peningum sem náttúrulega algjörlega galið og ég held að leið og við náum að fá það faglega að þá myndi þessi ótti sem þú ert að tala allavega minnka sem að út af því auðvitað í litlum plásum þetta allir þekkja alla og þú sem pólitíkus hefur ákveðið vald og hvernig ferð þú með það vald og það eru bara allt og margir á Íslandi sem kunni ekki að fara með vald og eru bara með eitthvað vald að losta og við höfum alveg fundið fyrir því en við megum samt ekki að láta það stoppa okkur og BÍL heldur áfram að vinna þessu að þessi faglega staðið Reykjavíkurborg stendur sig mjög vel og ríkið stendur sig mjög vel en ef ég horfi bara á nágrannasveitarfélögin ég veit að í Kópavogi verið að úthluta peningum til listur og menningu ekki faglega, það bara pólitísk ráð sem úthluta þessum peningum og við erum búin að vera að kalla eftir því að þið lagi það og svo en það má líka rósa eins og bara á Austurlandi þau standa sig mjög vel, Austurbrún kallar það ekki það, þau eru standa sig mjög vel en það ekki allir á landsvísu sem eru að úthluta peningum faglega, við viljum allan að laga það. Já, þetta mjög mikilvægt sko en ég held samt að þetta hafi skánað sko fram eftir 20. öldinni þá var náttúrulega hið pólitíska vald og svona listræna vald skulum við segja mjög samtvinnað og það voru sumir listamenn sko sem að fylgdu að málum sjálfstæðisflokknum og aðrir fylgdu að málum Framsóknarflokknum og þeim listamönnum var umbunað með einhverjum hætti með alls konar bæði framlögum og tækifærum og svo voru listamenn sem að fylgdu að málum sósíalistum, vinstri sósíalistum mál og menning til dæmis og svona allt í kring það og þeim listamönnum var líka umbunað þó kannski með svona óbeinni hætti, kannski ekki í peningum en fengum meira svona tækifæri. Nei, fengum kannski meira svona viðurkenningu, skulum við segja. Og já, kannski voru þeir bara betri, ég veit það ekki. En þetta var einhvern veginn svona niður njörfað, annarkvort varstu listamaður sem varst bara með íhaldinu eða þú varst með komunum. Og það var ekki komin inn vegheflar til að þarna á milli sko, það var. En svo kemur alls konar inn eins og til dæmis bara Eurovision og Ísrael
að senda þáttakanda í keppnina sem Ísraelar eru sama tíma eru íslenskir höfundar að gefa út bækur í Ísrael en það er kannski ekki verið að lýsa það eða svona það fyrir undir radar það fyrir undir radar það kom bók eftir mig í Ísrael ég er alltaf bara hvað er það? maður nú bara fatta það er svolítið bókar nei, þú veist, það er líka bara, þú veist, þá er þetta bara virkilega eitthvað sem er hægt að beita sem er að boykotta og þegar það er ekki gert þá náttúrulega einhvern veginn getur listamaðurinn orðið með þáttakandi í meðvirkni með þjóðmáliði eða eitthvað. Já, það gerist. En svo er það líka umsagnir eða segjum að hörður maður eitthvað svona, svo kemur eitthvað svona líga þvæla yfir fólki og það kannski verið að skemma fyrir, einmitt kannski út af pólitíkinu, pólitíkin er svo sterk og við sjáum það bara núna að ég er auður hann ekki þið hljóta að verða fyrir þessu líka að bara eitthvað fólk sem að er jafnvel keppa við ykkur eða vill ykkur ekki vel það hefur aldrei verið talað illa mig ekki við þig mig nei, vissulega auðvitað er alls konar svona eitthvað svona taut sem að þýðir nú lítið að vera velta fyrir sér hins vegar held ég að þetta sem auður tæpir á með í sambandi við svona boykott og annað, það svona leiðir hugan að öðru sem er að ég held að margir listamenn kannski ekki síst nú átum óttist svolítið að lenda öfugum megin við svona hið rétta að vera kanselerað og það er eiginlega eitt af versta sem getur hent listamenn sem að vill vera lifandi í sinni sköpun og í lifandi samtali við sína áhorfendur og viðtakendur að vera kanselerað vegna þess að þá allt í einu bara er bara rofinn vegurinn, svo ég haldi nú þessari líkingum minna vegurinn á milli listamannsins Þetta listamann ánáttúrulega að vera þú veist, ef það er til dæmis rithöfundar margir listamenn sem vinna, svona það hluta þeirra identity að vera öðrandi en á sama tíma getur duga ein setning til að þitt lífsstarf sé bara horfið og það með listamannur er ætlað að vera ögrandi og vera og taka til skoðunar fyrirbæri í mannleg samskipti og mannleg tengsl og ástir og vald og dauðan og þetta saman sem að við er líf okkar mannana og auðvitað og þeim líka ætlað að skoða inn í sálarlíf mannana og draga alls konar fram þar sem er ekki allt fallegt og svo getur henda fólk ruglið saman sjálfum þeim sem skapar viðkomandi listaverk og svo aftur því sem að er sýnt í listaverkinu og þá getur þá getur viðkomandi listamanni verið úthýst En svo er það líka hinliðin sem að því ég gert grein líkum þetta að þá sögðu margir að það þurfi ekki endilega að vera þannig að þurfi einhverja svona úthýsingu til heldur fólk bara svona missi sjálfkrafa áhugan á að hlusta eða horfa á þennan listamann eftir þetta bara svona fjari út Já, það ber engum skylda til að hafa gaman Nei, þú veist, það er ekkert alltaf eitthvað svona rosa afgerandi ákvörðun heldur bara En svo samt getur mér orðið var við það ég átt margóttir orðið fyrir því og ég man alltaf nýttið aldrei við það var einhver listi yfir 10 hötuðustu menn Íslands Já, en hann lista eitthvað stærð á blaðaklippa og þar var ég spyr, hvað er að þessu fólki að búa til svona lista Ég man ekki hverju voru á þessu lista En þetta ég man þegar eftir búsaldabildinguna þá kom til mér fólk til að fá leyfi mitt til að fjarlæga allt mokkasorpið það var svo yfirgengilegt ég las það ekki sjálfur en þetta er oft svona allavega í mínu tilfelli en það næsta ár, það eru 50 ár frá því að ég byrja það er komið tíma og þetta hefur breyst alveg gríðarlega en hlutinni breytast ekki ef við listamenn tökum ekki á þeim það er alveg búin að sjá það aftur og ég held að þú meir ekki lifa í ótta og ég held þá gerir ekki neitt og ef þú ert listamaður þá ertu bara að vinna listinni og stundum ef þú veist ekki hvenær bomban kemur ef hún kemur
En ég trúi því að ef það gerist, þá ert að hreyfa við einhverju. Já. Og þótt að það kannski sé ekki viðurkennt eða þakklætisvert á þeim tíma þá eftir einhver ár þegar fólk horfir tilbaka. Já. Eins og bara, þú ert svo gott dæmi. Já. Þannig að við megum ekki lifa í 8 og við megum ekki bara, ef ég gerir þetta, þú veist, hvað gerist þá? Missi vini mína eða mun ég ekki fá úthlutun listamannalauna eða ef maður ætla að vera eldast við það að reyna að vera ótrúlega vinsæll eða þá ertu bara einhverjum röngum veg. Það var tyrkneskur höfundur sem kom eitthvað bókmenntahátíð sem hann heiti Hakan Gundey, ég man ekki hvort ég fyrir rétt með nafnið hann var og spurður út í þú veist ofsóknir, pólitískar ofsóknir og sagði ef ég verð hræddur þá get ég ekki skapað þú veist, óttin andstæðan við sköpunina En auðvitað erum við ótrúlega heppininn á Íslandi við annar staðar og við vitum alveg það eru listamennarna úti sem eru bara í fangelsi eða með hótanir og ég er ótrúlega og blaðamenn en við verðum svolítið að passa hvert við erum að fara sem samfélag við erum svolítið á skrýtnum stað fyrst mér ef maður fyrir líka bara að horfa sem búið að gerast í Bandaríkjunum og þannig að ég held að listin sé bara ótrúlega mikilvæg akkurat núna. Við erum bara horfast á við einmannaleika og við erum að horfast á bara krakkar finna ekki fyrir samkennd og ég held að við verðum einhvern veginn að bregðast við með því að efla listur og menningu. Á alla skólastigs, nú ég komin í pólitíkina, en svona án gríns. Það er oft alveg pólitík í þessu húsi. Já, með þetta í hug. Já, nei, einmitt. Veit ég hvert ég er að fara? Já. Ég sá, það var á samfélagsmiðlum fín status sem að margir voru að deila, margir listamenn voru að deila, hver króna. Já, ég byrjaði. Ég verið að deila. Við byrjum á þessu. Já, hver króna verður að 3 krónum í hagkerfinu, svona, sem að ég bara efa ekki að eru alveg réttir útreikningar á baku og eru alveg hárrétt en mér finnst þetta ekki vera gildi lista og menningar í samfélagi. Nei, það er hinn textin sem kemur. Já, það er að einmitt að list og menning er tóm bara sóun og borgar sig á engan hátt peningalega og er alveg óþörf þannig. Hún er óþarfinn í samfélaginu, óþarfinn sem við verðum að hafa. Annars, ef við göngum bara fyrir því sem er einhvern veginn praktískt og þörfa, þá verður lífið svo leiðinlegt og litlöst. Þetta er líka þessi skapandi hugsun og í skapandi hugsun búa allar spurningarnar og gagnrýnin þannig að þetta er líka bara hreyfiaflið í listrænni hugsun En við verðum samt að horfa á það að hver krónu sem er sett í listur og menningu þá koma 3 krónur tilbaka þetta er fjárfesting og þetta er langtíma fjárfesting og við þurfum ég er ekki að efast það já, nei, einmitt og mér langar að fá stjórnmálaflokk sem þorir að segja herri, ég ætla að setja auka 50 milljarða í nýsköpun, frumsköpun og listur og menningu og þannig munum við fá auka voru þeir ekki allir til í það? Það er allir til í að gera allt en mér langar bara að einhver þorir að segja það opinberlega og mér langar líka að RÚV taki þetta á dagskrá mér finnst við aldrei fá dagskrá við fáum aldrei, listur og menning eru aldrei hluti af samtalinu og mér finnst það ótrúlega skrítið þegar við erum að horfa upp á það hagræn áhrif eru 3,4% jafn mikið og bara sjávarútvegur að við skulum ekki fá meira pláss í umræðinni finnst það fáránlegt og ég vona að það breytist Núna bara til dæmis nýja fréttir að það er búið að bara leggja af leikfélag Hafnarfjarðar sem að leikfélög hafa nú þróa Það er ekki fyrsta sinn ég var leikstjóra leikfélags Hafnarfjarðar ég var leikhússtjóri það var 74 og svo hörfu við og það datt niður og dó í einhvern tíma og svo er það bara þetta er svona upp og niður með þetta leikfélag í Hafnarfirði greinilega en það er leiðilegt að lesa þessar fréttir Já, ég held að þetta sé mjög slæm þróun en það er komið upp í háskólabíó það er að verða rosa mikið leikhús þar
En fyrir þá sem búi í Hafnarfirði og geta sótt einhvern veginn, ég veit ekki, við erum núna að tala að eitt af mikilvægasta fyrir okkur sem samfélagi að tilheyra og hvar gerist það best? Það gerist best í leikhúsinu. Fólk hægt að fara út úr húsi. Það er tæknin sko sem eyðir, það ekki nógu gott og sér bara það sem að Facebook vill að sjáir og svona. En þetta mjög slæm þróun. Eina sögu sem að við þekkjum sama fólkið í Ólafsvík, ég og Hörður. Það kunni ekki fólk mitt gott, hann nú dáinn úr Einhvernar. En konan hans, Gunnars, Ester, hún var formaður leikfélagsins í Ólafsvík og ég alveg viss það að hún var fyrst af öllum til að ráða Hörð sem leikstjóra eftir þú komst heim aftur. Það gerist 77, ég hringdi í leikfélag Ólafsvíkur og þau réðu mig og ég gerðist djarfur og setti upp leikrit sem fjallaði mann sem fór í klæðnað, Frankie Charles, skrifaði þetta aldrei og hélt átti mjög skemmtilega samtal við heila skipshöfn hvað að vera hins einn eða að vera á hommi og spurningum var til þeirra hvað gerir þið ef að börnin ykkar eru á hommi eða lesbía og við áttum heila kvöldstund og það var mjög fróðlegt og skemmtilegt að ræða við þessa stráka og þeir þökkuðu fyrir sig með að þeir komu í heimsókn minn í janúar og sló upp matavíslu heima hjá mér og við fórum allir á ball. Það var æðislega með konunum öllu saman. Þetta var sko enda hefur margoft bent á það og leikfélag Ólafsvíkur og leikfélag Stykkishólms og svona þau sko ég hefði unnið fyrir þessi félög og þau þekktu mig að góðu og þorðu að ráða mig. Þannig að ég fengi peninga til að geta haldið áfram baráttuna. Leikstjórinn borgar alltaf baráttuna því að það kom enginn Ester var mjög stolt af þessu átti alla plötur með Herrit Torfa sinni. Þetta bara svo skrítin þróun þegar við erum að bara berjast fyrir lífi tungumálsins að það sé verið að loka leikhúsum. Mér finnst þetta bara eiginlega rosa skrítið og ég vona bara og þetta ákvörðun pólitíkusana í Hafnarfirði að gera þetta. Væntanlega. Ég veit ekki. Eitthvað verið að spara. Ég veit það ekki. Það einhver töluveri neyðurskurður búin að vera. En svo annað sem Gaflaraleikhúsið held ég sko. Það annað. Það sýnir jafnvel í Reykjavík held ég. En það rosa mikið vöntun á húsnæði, bæði fyrir sviðslist og tónlist. Það vandinn. Og það þarf eitthvað að grípa inn í. Ég veit að Reykjavíkurborg ætlar að kortleggja núna og það á að fara ykkur aðgerðir. En það virkilega vantar rými sem tekur á móti 100-200 manns. Og það er svo ótrúlega skrítið með Reykjavíkurborg. Við erum búin að vera að byggja svo mikið, öll þessi ný hverfi, en það er aldrei gert ráð fyrir black box eða white box eða staður sem að fólk getur komið saman, bara kórastarfi eða leikhús. Þetta er saman borgarskipulagi, ég átti að tala um það, hvað eru torgin í Reykjavík? Vantar torg og rými. Heima upp í Já, og ef það er eitthvað rými þá kostar það alveg svakalega mikið pening og það þarf bara að vera með ótrúlega leigu fyrir grassrútina. Þetta er mjög mikilvægt. Og listamenn að leggja á sig að gera eitthvað og sitja upp í blankir. Þetta er alveg þekkt. Og það er mjög dýrt að búa á Íslandi og dýrt að lifa í Reykjavík sem myndlistamaður. Ég meina að listamannalaun eru eitthvað 530.000 sem verktakagreiðsla. Þau eru ekki gerð fyrir einstæða foreldra. Nei. Hvað þá 300.000 eftir kannski? 340.000 og þú mátt bara vinna 30% með. Ég meina maður minn vinnur í Seðlabankunum, það er enginn að segja við hann, þú mátt ekki vinna með þessari vinnu, hann skrifar ekki undir. Fær hann ekki starfslokasamning? Fær hann ekki starfslokasamning? Jú, hann fer alls konar svoleiðis, en ég bara segja akkur við með þessara kvöð á listamannalaunum. Ég meina, get ekki treyst okkur fyrir þessari upphæðum og við ekki líka bara rásta á okkar tíma. Ég meina, við erum bara að skila á okkur mörgum verkefnum. Sko ég get rosa vel lifa á listamannalaunum sko þegar ég var í sambandi. En það er ekki gerlegt eitt sko. Nei. En sem myndlistamaður þátt að borga líka fyrir vinnustofu og vinnustofur eru ekki ódýrar. Það er cirka 50-100 krónur á mánuði. Hvað áttu þá eftir? 240 skall. Þetta þarf að laga og þetta er ekki alveg nógu góð þróun. Þurfum kannski að snúa spurningunni við að sko, spurningin er óttast listamenn stjórnmálamennina þurfum kannski að fara koma því
þannig að stjórnmálamenn fara að óttast listamenn? Kannski gera þetta. Hefur það ekki verið? Þeir eru sumir... Já, ekki nóg. Ég með að því hún að rekja hvernig kjör listamann. En það ekki gaman að hafa óttan inn í spilinu. Það eitthvað sem að... Við viljum bara samstarf og samtal og traust. Já. Og kannski frekar í viðurkenningu af nauðsyn lista, kannski. Það er það. Við höfum alltaf verið að sækja meiri viðurkenningu á nauðsyn lista. Já, ég held það. Sko... Það vitnað í listamenn í hátíðaræðum og það í sjónvars viðtölum þá stilt sér upp við ykkur að mynd. Lilja hefur sagt að listamenn eru bestu sendiherrar þjóðarinnar. En svo getur maður líka bara, þú veist, ég myndi hvernig að sé bara að hafa enga tónlist, engar myndir, engar sögur. Þú veist, hvað alltaf maður, hvernig... og ekki tungumál bara, við erum bara enda með einhverju apar fara alveg tilbaka fari algjörlega í frumsköpunina. En þetta sko bókasöfnin, þau notuð það þá? Já, veistu að bókasöfnin eru bara algjörlega hjarta held ég menningar og bókasöfnin eru búin að vera bara rosalega, myndi ég segja, frábær að þróa sjálfan sig og þetta er rosalega mikilvægur staður fyrir svona samfélagsvelferð. Það er fullt af fólki sem hittir ekki neitt, bara eldri borgarar hitta aldrei neitt en þau fara á bókasöfnin, ekki bara til að ná sér í bók, til að lesa, til að líka bara segja góðan daginn og fá kaffi og hitta aðra og bókasöfnin eru með frábær dagskrá fyrir fyrir börn og unglinga og fyrir, og ég held að segja rosalega mikilvægur staður fyrir nýbúa og við þyrftum að auka fjárveitingu til allra bókasafna. Alveg á því. En svo bókasafnspeninga bara til dæmis með Storytel-væðingunni, þá náttúrulega fá höfundar minni bókasafnspeninga líka. Það er ekki gott. Það er Grófarhúsa sem er nú höfuðstöðu borgarbókasafnsins. Þá að fara að breyta húsinu og það er á vefnum mínum miðjan.is og tók ég og birti mynd að því svo að vera. En sjálfstæðsmenn, þeir voru í borgarstjórn, þeir voru að finna því að bara hugmyndin væri búin að kosta 200 milljónir. En það er náttúrulega, þetta er ábyggilega mikið meira heldur en bara útlitið. Það er að gjör breyta húsi og það er eflust að gera teikningar allar upp á nýtt og allt, lagnir og flera, En þá fundur að því að þarna fyrir þann sem skapaði útlitið og annað, að það er búið að kosta 200 milljónir sem kannski er ekkert mikið. Nei, sérstaklega því þau spara. Nei, þetta er stórt og mikið hús sem það er ansi ljótt. Já, þetta er nýja. Nei, það er gamla. Já, og hefur alltaf verið alveg ljótasta hús Reykjavík. Já, það verður það ekki fyrir þess að 200 milljónir. Ég hef búin að sjá teikninguna. En við erum líka átt okkur á því að það er verið að gera þetta upp á umhverfisvænan hátt. Það er verið að nota, því ég er búin að sjá kynningu á þessu, og það er verið að nota allan efni við, endurvinna. Þannig að það kemur sparnar á annan hátt, en þá er kannski hönnunarvinnan dýrari. En sjálfstæðisflokkurinn er á fullu að reyna að setja út á allt. Hjá Reykjavíkurborg. Það er bara þeirra hlutverk. En þetta mun vera glæsilegt og glæsilegt hús og ég hlakka svo til þegar þetta er komið og verður að veruleika og þetta verður held ég strax. Nei, tekur einhver ár en þetta verður og að líka þau taka Hafnarhúsið og gera það að lista miðstöð verður áfram ljósmyndarsafni þarna það hefur verið að tala um að ég að flytja það í Hafnarhúsið. Já. Það eru svona alls konar pælingar í gangi en ég held að þegar þessi 2 hús fá það sem þau þurfa að fá bara styrkja þá verður þetta miðpunktur Reykjavíkur. Þetta verður bara suðupotturinn. Ég hef heyrt svo mikið af svona alls konar plönum að gera þetta eins og með listaháskólan flytja þarna og þarna. Þetta er svo mikið rugl og við sem listamenn, ég meina þetta er eitthvað sem að pólitíkustan að gera og við höfum ekkert að segja í þetta. Ekki nótt skapanlegt og ef við erum að sitja og standa eins og þetta fólk vil, ég meina, við verum að vinna, við verum að gera, við verum að þora, fara fram og bara segja það sem okkur býr í okkur og ég þora að gera það.
Já, algjörlega. Því öll þessi, sko, ég er búin að hlusta svo mikið á svona þvælu fram og tilbaka og þá að gera þetta og svo lagðar 200 milljónir þarna og svo nokkur árið setna, þá er það farið að búið að henda þessu og búið að eitthvað tekur ákvörðun að breyta þessu öllu saman, gera eitthvað annað. Sjáu þið ferilinn á Listaháskólanum? Já, þetta er náttúrulega alveg til skammar. Við vorum að ræða það nokkur listamönnum daginn. Þetta er fáránlegt. Þetta er fáránlegt. Þetta er fáránlegt, ég er alveg sammála. En listin heldur áfram, sko, þrátt fyrir allt þetta. Já, hún fyrir ekki neitt. Það er ekki fyllt mannum frá Örófi. Já, við höldum áfram alveg. Við erum bara út allt þessum peningar. Og við megum ekki vera að trúa á þessar peningar, sko. Ef maður gerir það, þá gerir maður ekki neitt. Nei, en við þurfum samt líka aðeins meir en sól til þess að lifa. Við þurfum líka að geta borga reikninga. Ég veit að ég er búin að gera þetta síðan 1970 og ég bara gekk ágætlega hjá mér, stundum mjög erfið árin en að gefa út og milljónir og tapa milljónum og svona þetta til einhvern veginn svona, þá heldur maður bara áfram, byrja upp aftur. Já, en ég held sem mjög mikilvægt samt að tala hluti sem við viljum fá breytt og eins og listamenn þurfa meira starfsöryggi og við þurfum eitthvað sem grípur okkur á milli verkefna. Bara niðurlægandi þurfa að fara og sækja atvinnuleysisbætur, þú ert ekki atvinnuleit. En það eru margir listamenn sem eru tekjulausir, kannski 4 mánuði á ári og það er ekkert sem grípur. Og við virkilega fundum fyrir þessu í COVID. Þetta er bara niðurlægjandi. Við erum ekki að biðja mikið, við erum bara að biðja eitthvað starfsöryggi, starfsumhverfi og eitthvað smá virðingu í leiðinni. Því að við erum ekki að biðja að fá svo mikið peninga, við bara eitthvað söfnum þessu saman undir kottan eins og einhver Jóakim. Við erum bara að biðja að fá að lifa eins og annað fólk og geta boðið börnunum okkar upp á sama og önnur börn. Kannski farið til tenni líf, 2 ára fresti. Dugleg í því. Og ég segi sjálf að ef maður hefði ekki stéttarfélög eins og Félag íslenska hljóðfæraleikara eða leikstjórafélagi eða leikarafélagi sem ég verið allir í það er gríðalegur stuðningur þegar illa gengur. Samtakamátturinn er náttúrulega mjög mikilvæg sko. En þetta er alveg rétt og stjórnmálamenn þurfa að gera sig grein fyrir því sko, að það vilja allir að sé til list, vilja allir að hafa list í samfélaginu og gervigreindin er bara eins og hún er ekki komin nema þetta langt sem hún er og til þess að list sé til í samfélaginu þá þurfa að vera til listamenn og til þess að séu til listamenn þá þurfa þeir að geta dregið fram lífið. Þetta er ósköp einfalt. En gervigreindin tekur ekkert við að listamannum? Já, það er stemt að því. Ég held að það sé eitthvað bara páfagaukur segjum við þá. Já, ég held að kenna honum að segja eitthvað ímislegt enni. Ég held að við getum notað gervigreindina á margan hátt en við þurfum bara að vera meira skapandi en við þurfum samt lög í kringum þetta. Það er mikið rætt innan stjórnbíl með gervigreindina því það er bara raunverulega blasir við að það eru listamenn að missa atvinnutækifæri. Hún er að reyðja út þýðendum. Hún er, til dæmis. Og líka tónlist. Já, mikið tónlist. Það er náttúrulega Spotify, með það allt, það tekur alveg grunni hjá mér, ég var að hætta það, ég gæti ekki framleitt blötur og selt. Það eru líka tæknibreytingarnar, bara Storytel og Spotify og allt það búið að taka svolítið svona lífsgrundvöld. Já, við erum í lausum loft. Verkfræðingarnir tókuðu þetta yfir. Já, líka bara að hagnaðurinn er að fara annað. Það þarf bara að passa upp á að peningurinn fara á rétta staði. Þá er þetta ekkert mál. En við þurfum lög til þess að vernda hugverki. Og við þurfum að bregðast frekar hratt við því að tæknin er svo... Tæknin er á undan okkur og þú veist bara eins og bara áhrifin og Storytel eru gríðaleg fyrir rithöfunda og eins með og þá kemur bara hvernig samningar eru, hvað sem er rithöfundur eða tónlistarmaður og með bara þessa nýju veröld, áskriftaveitur og allt það sem... Las ég ekki daginn einhver kona sem var frá sér bók og gerði svona reikningin yfir sko, þá fyrir heila bók á fekk hún hvað 1.050.000 skall eitthvað.
Já, jú. Já, sem þá alveg öruglega ársverk. Já, þetta var höfundur sem hefur gengið vel og bækurinn hafa selst vel. Já, hún mjög vinsæl og fær 1 milljón á einu ári. Já, mjög vinsæl. Engi peningar. Skemmtilegast að ég fæ svona frá Spotify, það er einhverja krónur sem maður tekur all eftir. Ég fæ 5 krónur heldur síðan. Ég fæ nú aðeins meira, en hérna ég er með 25 plötur, ég er með 400 söngu þarna inn í texta og lag, en það er að lesa hvað tónlistin minni spilir í heiminum. Það finnst mér ómælega í Kína, hver er í Kína? Þetta er svona skemmtefni, en peningarnir er ekki svona skemmtefni. Nei, ekki. Mér langar líka sem neytandi vita hvenar gervigreindin er nýtt, hvenar er hún hluti af ferlinu. Mér finnst það mjög mikilvægt. Er hún orðin það mikil? Nei, ég er bara að hugsa í framtíðinni, já, en hún er núna mjög hratt, ég menn eins og í kvikmyndageranum og í tónlist og fyrir rithöfunda, þá er þetta nýtt mjög mikið. Það eru komið forrið, þú getur sett lag, bara spila með gítarnu þínum, bara svona inn á eitthvað og hérna svo slærði hljómana inn og þá getur þú leikið að því að fá þetta út í lagið í ýmis konar útsetningu, bara í ýmis konar búning. Beethoven eða latínó eða calypso eða bara stjarsbúningi eða hvað. Og það er mjög svona, og getur verið mjög flott og gott og kemur vel út og eiginlega það er óhugulegasta við. Þetta er líka áhyggjuefni bara fyrir auglýsingastofur. Nú veit ég að Reykjavíkurborg og ríkið hefur látið gervigreindina gera auglýsingar, þetta eru alltaf forljótar auglýsingar, en mér finnst það vera hættuleg þróun og mér finnst það vera skammalegt að þegar ríkið og Reykjavíkurborg sé að það eru á fleygiferð þetta eru á fleygiferð, já. Og þróast alltaf kannski dag frá degi bara. Já, og allt snýst þetta að að leysa mannsöndina af hólfum og mannshugan. En ég held samt að margt gott með gervigreindinni. En við verðum ég er frekar jákvæð, ég held að sé hægt að nýta hana, en við þurfum samt að bregðast við. Já, hún þarna og það verður að læra að nýta hana og nýta hana. Ég var núna málþingi bara daginn, fyrir 2 dögum síðan, sem var að tala gervigreindina, höfundarétt og listir. Og þar var rithöfundur Halldór og hann var að segja að hann nýtti gervigreindina mjög mikið sem ritstjóri. Lét hann að lesa við kafla og spurja hvernig hefur þú lesið þennan kafla áður eða er þetta of langur kafli, er hann of stuttur og hann var mjög mikið að velta fyrir sér í lokin hvort hann var með svona kreditlista í lokin, svona þakkir og hann bara ætti að setja gervigreindina með í þakkar. Og Halldór Eldjárn, hann var líka að tala hvernig hann var að nýta gervigreindina í sinni tónlist. Þeir voru mjög jákvæðir komir óvart. En auðvitað vilja samt að listamenn fá greitt fyrir vinnuna sína og eins og staðan í dag eru risa fyrirtæki þannig út í heimi sem að nýta sér gervigreindina sem þau eru að bara stela heilu lögunum. Og gervigreindin fær greitt. En það er verið svolítið leiðilegu ef að listamenn að fá laun til að lifa af og á það bara að vera óendalegt. Hver á að meta Ég veit bara til dæmis í Frakklandi er svolítið flott, þetta er svona svipa á kannski borgaralaun hugmyndin. Þegar þú ert búin að vera listamaður í eitthvað ákveðna ár, búin kannski að gefa út 3-4 bækur sem að hafa svona sleið kannski í gegn. Við erum að svona tala og sett búin að fá ákveðna viðurkenningu í samfélaginu fyrir þína list. Þá getur þú sótt eitthvað svona laun sem eru bara svona lágmarkslaun. Og það er ekkert kvaðir, þú mátt alveg vinna aðra vinnu með. Og þú getur fengið þetta með og ert að starfa sem listamaður. Ég held að við þyrftum að skoða eitthvað svona og þetta er líka í Hollandi, þú heyrtum þetta. Og þetta er eitthvað sem ég held að við ættum að opna fyrir og skoða. Kannski er útsendar einhvers flokks að hlusta á okkur núna? Já, við höfum ekkert verið hrætt við að leggja mat á það hvort að listamenn hafi öðlast viðurkenningu eða ekki og einhver þarf að leggja þetta mat og það mat þarf að vera sem mest óháð öllum pólitískum flokkum og kenningum en það er alveg hægt að leggja þetta mat þó að auðvitað sé aldrei alveg óeigandi en það er alveg þess virði að gera það. Við gerum það í dag með listamannalaununum. Já, við gerum það, já, en
við gerum það ekki með nú markvissum hætti og við gerum það ekki þannig að fólk geti verið óhrætt lífsafkomu sinni eins og varst að lýsa á En svo reyndar með rithöfundar, mér finnst sko að rithöfundar megi alveg stundum bara fara út á vinnumarkaðin í smá tíma og koma aftur og fara að skrifa því að ég bara ætla að fá einhverja innsýn í samfélagum, þú eru alveg svolítið lokaður alltaf heimaður á starfslaunum bara hvernig samfélagi fungerar eða svona Já, ekki flestir að vinna eitthvað með listinni, ég þekki eiginlega ég að segja allt reytinu, þú veist að fara út í bara ólík svið og náður í hérna sín eða þú veist og alls konar, ekki bara vera heima að taka einhver þýðingaverkefni eða eitthvað einmitt, algjörlega það var maður hjá Nóbels Þú verður að leipa rannsóknarblöðum að Helgi Seljan og Alti Kjartason sitja setna eftir augnablík en ég þakka ykkur Hörður, Guðmundur Andri, Auður og Jónas Líf Já, takk fyrir mig og ykkur fyrir að hlusta á okkur sæla sinni Takk fyrir mig Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði leigjendasamtökin.is